Komið sælir og blessaðir kæru vatnsberar. Þá búið að draga spil fyrir ykkur úr þessum fallegu spilum sem heita keltneskar gyðjur. Og í dag það bara gyðjuspilið sem kemur með skilaboð til ykkar. Og það ykkar að taka við skilaboðunum eða ekki og nýta þau ykkur til góðs. En þið hafið sem sagt fengið gyðjuna Morrigan sem hvorki meira né minna en gyðja örlaganna. Hún hefur með forlög, örlög og framtíðina að gera. Hún írsk og henni fylgir númerið 42. Morrigan kemur með þau skilaboð að þú sért í góðri stöðu, kæri vatnsberi, til að stýra þínum eigin örlögum. Forlögin já, það eiginlega spurning, örlög eða forlög, þessi ensku orð, fate og destiny. Ok, ég ætla að nota orðið örlög fyrir fate. Þau tákna svona að megin innihaldið það sama, en þetta getur verið svolítið ruglandi. Örlögin hafa sent þér margt gott. Einhver ykkar hafa verið að sameinast gömlum vinum og eignast nýja vini. Sérstaklega verið að tala um það hérna. Og það verið að koma þér í tengingu við gott fólk. Fólk sem hefur jákvæð áhrif á framtíðina þína. Það gott framundan þar sem að þú ert fullur, kæri vatnsberi, af jákvæðni og horfir björtum augum fram á veginn. Morrigan talar að það sem að ef til vill mætti líta á sem ógæfu, það gæti orðið þín mesta gæfa eða blessun í dulargervi. Það fer eftir því hvernig þú tekur því og hvernig þú upplifir það. Leið og þú reynir að sjá einhvers konar jákvætt út úr ógæfunni og nýta þér hana til að breyta lífið þínu á jákvæðan hátt. Þá ert þú búin að skapa þér þín eigin örlög sem enginn getur tekið frá þér. Ógæfa gæti jafnvel snúast upp í kraftaverk og meðan kraftaverkin að gerast í lífið þínu, vertu þakklátur fyrir þau. Morrigan líka gyðja, sigurgyðja í stríði eða stríðum og hún talin hafa verið þeim eiginleikum gædd að geta skipt líki eða ham. Hún birtir stundum eins og kráka og kráka táknar bæði fæðingu og dauða og allt sem dulúðlegt er. Þú getur líka breytt sjálfu þér með því að taka ákvörðun að breyta veikleika sem býr innra með þér í styrkleika eða að breyta erfiðri stöðu sem þú ert í.
Þannig geturðu bætt heilsuna þína, vellíðan, fengið meiri vellíðan. Þú getur breytt útlitið þínu til hins betra, umhverfinu þínu, öðlast meiri velgengni, dregið meiri ástin í líf þitt og samböndið þín. Þegar krákan birtist, sem hér á spilinu, þá sýnir hún það að þú ert ákveðin í að gera breytingar og gefast ekki upp. Krákan flýgur beint þangað sem hún ætlar sér og byggir hreiður í háum trjám þar sem hún sér langt yfir. Þetta sýnir breytinguna sem þú ætlar þér að gera í þínu lífi og bendir þér á að horfa á hlutina í víðara samhengi eða frá öðru sjónarhorni heldur en þú hefur áður gert. Þú munt uppgötva áður óþekkta hæfileika leið og þú breiðir úr vængjónum og lyftir þér yfir allar hindranir eins og krákan gerir. Þú munt finna frið, innri frið sem ef til vill hefur skort í lífið þínu lengi. Þú þarft ekki að vera fastur, kæri vatnsberi, þar sem þú vilt ekki vera. Það er þitt að ákveða hvar þú ætlar þér að vera. Þú getur kannski ekki breytt því sem þú fæðist með inn í þetta líf og þú getur heldur ekki breytt því að einn daginn muntu þurfa að yfirgefa þetta líf en þú getur gert allt sem þú vilt þar á milli. Þú getur breytt deginum í dag og sjálfum þér með því að tileinka þér nýjar hugsanir og það hvernig þú finnur, sérð, hugsar og trúir. Þannig getur þú breytt fortíðinni. Örlögin þín skapar þú með ákvörðunum þínum. Hér er verið að benda þér á að hlusta á innri röddina sem býr innra með þér til að hjálpa þér að uppfylla þau örlög sem þú vilt sjá. Það er verið að hvetja þig til þess að taka hlutunum eins og þeir eru og það er líka verið að hvetja þig til að forðast allt sem þú veist að muni hafa neikvæða útkomu fyrirfram. Innri röddin þín getur hjálpað þér að draga að þér góð örlög, góða hluti ef þú hlustar á hana og ferð eftir henni. Þú munt komast að því að lífið þitt getur orðið gott og að gæfan er tilbúin að brosa við þér. Þú hefur hér fólk sem þú elskar, sem á eftir að ferðast til þín til að hitta þig. Hér er löng ferð sýnd líka. Ef til vill er þetta frí sem að þú átt skilið. Eða ferðalag sem þú hefur lengi ætlað þér að fara í. Taktu líf þitt föstum tökum. Þú ert meistari og stjórnandi í þínu lífi, ekki einhver annar. Og þó að þú sért örlaga trúar eins og maður segir, þá er lífið alltaf samvinna, samspil þín og umhverfisins og almættisins. Ekkert eitt getur stýrt í hvert lífið þitt fer
og þú getur alltaf lagt þitt af mörkum. Reyndu að nálgast þá sem þú veist að geta hjálpað þér með hlutina í staðinn fyrir að bíða bara eftir því að örlögin komi til þín. Þú munt fá margar góðar, óvæntar stundir og uppákomur og allt í kringum þig mun leitast við að gera sem mest og best úr því sem gerist í þínu lífi. Og mundu að neikvæðar hugsanir geta hrint frá góðum hlutum. Þetta var hún Morrigan, örlagagyðjan sjálf, með þessi skilaboð að þú gerir þig grein fyrir því hversu sterkur þú ert, kæri vatnsberi, að þú getur sjálfur haft mikil áhrif í lífið þínu. Ég vona að þú geti nýttir þessi skilaboð á einn eða annan hátt þér til góðs. Með það óska ég þér alls hins besta, ljós og kærleikur.